Heyrum heilagt orð, ég les úr Jónasi. Vötnin ætluðu að drekkja mér, hyldýpið umlukti mig og þangi vafðist mér höfuð. Ég steig niður á rótum fjallanna og slagbrandar jarðarinnar skullu aftur að baki mér að eilífu. En þú leiddir mig lifandi upp úr glötunargröfinni, Drottinn Guð minn. Amen. Og heyrum einnig þessi orð postulans úr Rómverjabréfinu. Eða vitið þið ekki að við öll sem skírð erum til Krists Jesú erum skírð til dauða hans. Við erum því dáin og greftruð með honum í skírninni. Og eins og Faðirinn vakti Krist frá dauðum með dýrðarmætti sínum, eins eigum við að lifa nýju lífi. Fyrst við erum samgróin honum með því að deyja líkt og hann, eigum við einnig að vera samgróin honum með því að rísa upp til eilífs lífs, líkt og hann gerði. Amen. Við skulum rísa á fætur og hlýða á heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús vissi að stund hans var komin að hann færi burt úr þessum heimi til föðursins. Kvöldmáltíð stóð yfir. Jesús stóð upp, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan hellti hann vatni í munnlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna og þerra með líndúknum. Hann kemur að Símoni Pétri sem segir við hann: Drottinn, ætlar þú að þvo mér fæturna? Jesús svaraði: Nú skilur þú ekki hvað ég að gera, en seinna muntu skilja það. Pétur segir við hann: Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína. Jesús svaraði: Ef ég þvæði þér ekki, áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segir við hann: Drottinn, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Jesús segir við hann: Sá sem laugast hefur, þarf ekki að þvost nema fætur. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lof sé þér Kristur.
og drottni Jesú Kristi. Amen. Í dag kveðjum við sannan sjómann sem alla sína starfsævi var á sjó og unni sjósókn, hann Snorra Hildimar Jónsson. Hann var jákvæður maður með fallegt bros og til marks þessa bjartsýni hans var sú staðreynd að í hvert skipti sem hann hóf störf á nýjum fiskibáti, þá sagði hann alltaf við fjölskyldu sína: þetta er besta skipspláss sem ég hef komist í. Þetta er besta sjóskipið sem ég hef verið á. Hverjum þeim sem tekur við nýju starfi með þessu hugarfari hlýtur að ganga vel. Jafnsatt er það að neikvæðni spillir allri starfsgleði og gildir það bæði nám í skóla eða vinnun á vettvangi lífsins. Það skiptir svo miklu máli að ganga bjartsýnn og brosandi á móti lífinu og vænta sér góðs gengis. Og þar hjálpar trúin okkur, því sá sem trúir veit að baki veröldinni stendur algóður Guð sem elskar okkur hvert og eitt, og þess vegna má maður og á maður að vona að í heiminum hafi allir hlutir tilhneigingu til að færa smátt og smátt til betri vegar. Snorri Hildimar var elskað barn foreldra sinna. Hann var bróðirinn eini og besti sem systurnar áttu. Hann var elskaður af eiginkonu sinni og börnum og hann var elskaður af Guði. Skírnin er sýnilegt tákn þess að við séum Guðs börn, dýrmæt í augum Guðs og honum hjartfólkið. Og skírnin tengir okkur við dauða Jesú og upprisu. Hún er sýnilegt tákn þess að Jesús sé okkar besti bróðir og frelsari. Í Jóhannesar guðspjalli er skemmtileg frásaga því þegar Jesús krýpur niður til að þvo fætur lærisveinanna og sjómaðurinn Símon Pétur segir: nei, ég fer ekki að láta þig þvo mér fætur eins og þú sért þjónn minn. Og Jesús segir honum: ef hann megi ekki þjóna honum, þá eigi þeir ekki samleið. Og þá biður Pétur hann að lauga sig allan með vatni. Sönn trú er þjónusta. Guð þjónar okkur, hann sendur okkur orð sitt og boðskap til heilla og hann sendur okkur son sinn Krist til að þjóna okkur og veita okkur vonin eilíft líf. Og ansvar mannsins við ást Guðs er þjónusta. Eða eins og Jesús orðar það: þú átt að elska náungan eins og sjálfan þig. Við eigum að þjóna öðrum. Snorri Hildimar var einstaklega ljúfur maður sem vildi allt gera fyrir ástvini sína, eiginkonu og börn, bara það besta fyrir þau. Það lesa hvað dóttir hans skrifar hann. Pabbi og mamma skildu þegar ég var 2 ára, en pabbi var ákveðinn í að halda sterku sambandi okkar á milli. Við flutning minn til Namibíu, aðeins 6 ára gömul, þá borgaði pabbi fyrir flug og fylgd á hverju ári, svo ég fengi að eyða mörgum vikum hvert sumar hjá honum og Dittu. Þá varð ég algjör dekur prinsessa og hann keypti fyrir mig alla reif geisladiskana. Við komum til Keflavíkur hvert ár, þessi 6 ár sem ég var í Afríku, gistum við í Reykjavík áður en það var haldið vestur. Það var Hótel Saga alltaf fyrir valinu, því þar var sundlaug. Bara það besta fyrir pappastelpuna sína, tilvitnun lýkur. Þannig eru sannir sjómenn. Enda þótt þeir unni hafin og séu þar við störf og veiðar dag eftir dag, þá er hjarta sjómannsins ávallt heima hjá konunni sinni og börnum. Út á hafinu hugsar hann heim og hvaða verður nú gaman að sjá þau öll aftur. Sjómennirnir okkar, hetjur hafsins, það eru þeir sem draga björg í bú,
Það eru þeir sem hafa fært þessu landi velmegun. Snorri Hildimar Jónsson var fæddur í Bolungarvík, nánar tiltekið að skólastíg 15, þann 19. desember árið 1956. Foreldrar hans voru þau Rannveig Snorradóttir frá Bolungarvík og Jón Valgeir Guðmundsson frá Folafæti. Faðir Snorra kvaddi þennan heim fyrir 12 árum síðan, en móðir hans lifir son sinn og kveður hann með tárum. Snorri Hildimar var næst elstur í 6 systkinahópi og eini bróðirinn. Systur Snorra í aldursröð eru þær Elísabet, Guðrún Jónína, Lára Kristín, Selma Guðmunda og Erna. Snorri Hildimar ólst upp í Bolungarvík og sleit þar barnsskónum. Hann var glaðvært barn og hafði gaman að hverskins útileikjum. Þá fylgdist hann grannt með því sem var að gerast í víkinni. Mamma var heima og sá heimilið. Pabbi vann í útibúi Kaupfélags Ísfirðinga í Bolungarvík og Snorri hafði gaman af því að fylgjast með störfum föður síns. Hann vissi líka að pabbi hans hafði verið á sjónum, líkt og afi hans. Það voru ekki ófá skiptin sem Snorri fór á Brimgarðinn til að athuga hvaða bátar væri að koma að landi og gleðin var að taka á móti afa og fylgjast með því þegar hann kom að landi á trillunu sinni og aflinn var færður upp á bryggju. Fyrir lítinn dreng þá var þetta heillandi heimur, hafið, veiðarnar, sjóferðir, stormur og öldur. Þetta var ævintýraheimur sem seiddi ungan dreng til sín. Snorri Hildimar byrjaði að vinna þegar hann var 12 ára gamall. Hann vann þá við það að spyrða saman skreið á planinu við frystihúsið og hann beið eftir því að verða 15 ára gamall því þá vissi hann gæti ráðið sig sem messagutt á sjóinn. Og hann var mjög stoltur þegar hann stóð á eldhúsgólfinu hjá henni mömmu sinni og sagði henni að hann hefði ráðið sig í millilandasiglingar á einn fossinn. Hann væri ráðinn sem messagutti í næstu siglingu til útlanda. Sjálfsagt hefur móðir hans hugsað sitt og kannski sagt eitthvað. Þetta þætti allavega hana nokkuð ungt í dag að vera bara 15 ára en samt komin inn í heim fullorðinna sjómanna. Eftir millilandasiglingarnar á Brúarfossi til Ameríku og víðar þá réði Snorri sig á fiskibáta, gerðist háseti og fór að draga fisk úr sjó, líkt og forfeður hans úr fætinum höfðu alla tíð gert. Hér fyrir vestan var hann á sjó með Magnúsi frænda sínum sem Snorri sagði að hefði alið sig upp til sjós. Hjá Magnúsi frænda lærði hann allt störf fiskimannsins, sem eru töluvert frábrigðin störfum farmannsins. Snorri var ákveðinn í að leggja sjómennskuna fyrir sig og haustið 1979 fór hann í sjómannaskólann í Vestmannaeyjum og aflaði sér þar skipstjórnarréttinda. Snorri var alla tíð sjómaður, vel liðinn og góður skipsfélagi. Snorri Hildimar var góðgjarn og sáttfús að eðlisfari. Hann þoldi illa misklíð, gaf fremur eftir og tók á sig sök til að halda friðinn og gera gott úr öllu. Hann var öðrum góður, en kannski ekki alltaf jafn góður við sjálfan sig. Ég flyt hér hjartans saknaðarkveðjur frá móðursystur Snorra, frá Jónu G. Snorradóttur og Jóni S. Árnasyni með þakklæti fyrir allar ánægjulegu samverustundirnar. Bekkjarsystkini Snorra í árgangi 1956 í barna- og unglingaskóla Bolungarvíkur senda aðstandendum hans sínar innilegustu samúðarkveðjur. Þau minna Snorra Hildimars sem skemmtilegs stráks og uppátækjasams jafnt í leik sem starfi, drengs sem var hjartahlýr og hversmanns hugljúfi. Þá saknaðarkveðja frá gömlum vini af sjónum, frá Finni Bernhard. Snorri var uppátækjasamur. Þegar hann og Finnur voru að tala saman í talstöðinni hvernig gengi, þá svaraði Snorri stundum með dulmáli.
Í 29, sagði Snorri. Það merkti að það veri komið svolítið í trollið. Já, lífið á sjónum sérstakur heimur. Og hvað gerir sjómaður þegar hann kemur í land? Jú, hann fer á ball að skemmta sér og leitað ástum og ævintýrum. Snorri Hildimar kynnti stúlku frá Ísafirði, Birnu Guðbjörgu Hauksdóttur, og þau fóru að búa saman í Bolungarvík árið 1983. Birna átti fyrir dreng, hann Andrafannar, sem Snorra Hildimar þótti afar vænt um. Snorri og Birna eignuðu svo yndislega stúlku, Rannveigu, þann 3. september árið 1984. Árið eftir fluttu þau Snorri og Birna svo til Siglufjarðar, þar sem Snorri hélt áfram að sinna sjómennsku, en samband þeirra gekk ekki og það fór svo að þau slitu samvistum skömmu síðar og Snorri flutti þó aftur vestur. Hér fyrir vestan var Snorri í útgerð með Guðjóni Helgasyni. Þeir gerðu út trillu og voru 2 á. Síðasti báturinn sem þeir áttu og gerðu út var Jón Valgeir. Trilluútgerð auðvitað skemmtilegasta sjómennskan. Það svo mikil spenna og líf þegar það spriklandi fiskur á línunni og með nútíma rafmagnsrúlum má fiska vel af feitum og góðum fiski. Það var á balli í Sjálánum þann 5. janúar árið 1991 að Snorri tók eftir konu með fallegt bros. Þetta var upphafið á kynnum þeirra Þórhildar Sigurðardóttur. Eitt leiddi af öðru og í ágúst voru þau farin að búa saman á Árvöllunum í Hnífsdal, en þar var þá blómleg byggð. Síðar keyptu þau sér íbúð í Fjarðarstrætinu og Ísafirði. Og hamingja þeirra Snorra og Þórhildar var fullkomnuð þegar þau eignuðust börnin sín 3. Ekkert eins yndislegt og börnin. Fegurðin í augum þeirra, brosið, já, börn gera heiminn betri og skemmtilegri. Fyrst eignuðust þau tvíburana Söru Rut og Sigurð Aron. Þau kom í heiminn þann 5. febrúar árið 1996 og þann 11. maí árið 2000 fæddist sonurinn Hafþór Smári. Þau Snorri og Þórhildur giftu sig 27. júní 2024. Þannig innsigluðu þau ævilanga ást og sameiginlega vegferð. Snorri Hildimar var ljúfmenni og fjölskyldumaður. Hann unni fjölskyldu sinni hugástum og vildi allt fyrir þau gjöra. Snorri var líka húmoristi. Hann átti auðvelt með að koma augar á fyndnar hliðar og ýmsum málum og uppákomum. Og Snorri Hildimar var trúfastur og trygglindur. Það mátti til dæmis aldrei hallmæla fæðingarbæ hans Bolungarvík. Hann var sannur víkari með það. Sjálfur lagði hann aldrei illt orð til nokkurs manns. Að elska náungann og gera öðrum gott var honum eðlislægt. Nágrannar hans í blokkinni þekktu þetta, hversu hjálpsamur og ljúfur hann var góður granni. Snorri tók því mjög fagnandi að verða afi, enda það eitt skemmtilegasta hlutskipti hér í heimi. Ég ætla að segja aðeins frá börnum Snorra. Rannveig elst, hennar sonur Haukur Hildimar Davíðsson. Þá kemur Sara Rut, hennar maður Arnar Ingi Magnússon, þau eiga 2 börn, þau heita Hildimar Ingi og Aþena Hjördís. Svo Sigurður Aron, hans kona Aldís Huld Höskuldsdóttir, yngstur svo Hafþór Smári. Þegar Snorri Hildimar kom til Reykjavíkur, hvort sem hann var á ferðalagi eða skipið hans var að landa þar, þá heimsótti hann alltaf börnin sín og dvaldi hjá þeim og þegar hann var fjarri þeim og Ísafirði þá fylgdist hann með barnabörnunum gegnum Snapchat og önnur samskiptaforrit. Myndir og myndbönd af barnabörnunum voru honum hjartfólgin og þegar hann kvaddi þau gegnum netið þá brá hann gjarnan höndinni yfir augnabrún og hreyfði fingurnar. Snorri Hildimar átti farsælan sjómannsferil á mörgum bátum. Síðustu árin var hann á Sigurborgu.
Þeir voru mest á rækju fyrir norðan og eins veiddu þeir fisk í ís. Ekki gátu allir verið hér í dag, en hugur þeirra hér samt hjá okkur og þau kveðja úr fjarlægð. Erik Snær, systursonur Snorra, vottar fjölskyldu hans sína innilegustu samúð. Ég flyt hugheilar samúðarkveðjur frá þeim Eyþóri Atla, Óttari Bjarna, Tinnu og börnum þeirra Kára og Hlín, en þau komust því miður ekki hingað til að kveðja frænda sinn. Höfði drúpir rauð rós, fallin frá ljúfur frændi. Ég flyt hjartans samúðarkveðjur frá þeim Gunnari Hildimar, Herdísi og Hilmi Þór. Þá eru saknaðarkveðjur frá þeim systkinum Haldáni Daðasyni og Ingigerðu Láru Daðadóttur. Já, margs hér að minnast, Guð blessi tregatárin stríð. Þá flyt ég kveðju frá fjölskyldunni í Oslo, þau skrifa: hjartans þakkir fyrir allt, kæri Snorri, og sérstaklega fyrir Rannveig okkar. Svo hleypur æskan unga óvissa dauðans leið, sem aldur og ellin þunga allt rennur sama skeið. Innsigli engir fengu upp á lífstundabið, en þann kost undir gengu allir að skilja við. Það undarlegt þetta líf. Þegar maður ungur, þá eins og lífið sé eilífð og óendanlegur fjöldi daga framundan, en þegar litið öxl við starfslok, þá eins og æskudagarnir séu nýliðnir. Já, tíminn afstæður og undarlegur. Fyrir 10 árum síðan greindist krabbamein hjá Snorra Hildimar. Hann var skorinn upp, en það var ekki með öllu hægt að uppræta sjúkdóminn. Var meininu haldið sofandi með lyfjum. Þannig fékk Snorri Hildimar meiri tíma með ástvinum sínum og það var gæðatími þar sem hann naut barnabarnanna. Og þá urðu til ýmsar ógleymanlegar endurminningar eins og þegar stórfjölskyldan fór til Tenerife til að halda upp á 60 afmælið hans Snorra. Hans Snorri var vel giftur og átti góð og yndisleg börn. Það kom enn betur í ljós í veikindum hans. Þórhildur kona hans og Hafþór sonur hans hjúkruðu honum heima og hjálpuðu honum á ýmsa lund. Kærleikurinn sem Kristur boðar fólginn í því bæði að þjóna öðrum og eins að vera þjónað þegar maður þarf sjálfur á aðstoð að halda. Kærleikurinn þjónandi elska. Þegar maður veikur, þá skipta oft hversdagslegir hlutir miklu máli. Þá verður hjónabandsælan með kaffinu svo himnesk og það sérstök nautn að fá kónga og appelsín. Þannig geta litlir hlutir glatt okkur. Núna í vor veiktist Snorri Hildimar Jónsson. Hann lagðist inn á sjúkrahúsi hér á Ísafirði. Þar var honum hjúkrað, en smám saman dró af honum. Hann kvaddi þennan heim þann 22. ágúst síðastliðinn. Blessuð sé minning góðs manns. Kista hans verður nú flutt inn á Réttarholt til greftrunar. Aðstandendur hans þakka auðsýnda samúð og þau bjóða til erfidrykki sal Oddfellow að lokinni athöfn. Leið og við biðjum Guð að blessa minningarnar góðan sjómann, eiginmann, föður og afa, þá skulum við hugsa orð Símonar Péturs í Guðspjallinu. Herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Maðurinn allur þarf að laugast af náð Guðs og kærleika. Skírnin ef til vill skýrasta dæmið að við séum upp á Guðs náð komin. Sem ósjálfbjarga börn við skírð og þiggjum allt af hendi skaparans. Í skírnin við helguð Jesú, lífi hans, dauða og upprissu. Og svo í útförinni við aftur falin Guði á vald, greftruð með Kristi, orði hans og fyrirheitum.
til vitnisburðar að samleið okkar með Kristi Jesú nær út yfir líf og dauða. Þegar þessu lífi lýkur, þá göngum við inn til dýrðarinnar eilíf og himnum, inn í ljós eilífarinnar, friðinn, óminn sem aldrei dvín. Í þeirri von kveðjum við góðan dreng hér í dag og segjum far í friði, vinur. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Þar sem englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við sem lifum í trú, að ljósið bjarta skæra. Drottinn minn, faðir lífsins ljóð, að náð þín að skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, minn lífsins róst, að burt minn myrkra kvíða. Þú
sól að morgni. Farðu í friði, vinur minn kær, Faðirinn mun þig geyma. Aldur og ævi þú verður mér nær, aldrei ég skal þér gleyma. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum við með sól að morgni. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum við með sól að morgni. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsandar líf þínum, Ísrael. Við skulum biðja. Himneski Guð, við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir vonina eilíft líf sem þú hefur endurfætt okkur til fyrir upprisu Jesú Krists. Við biðjum þig að líta í náð til Snorra Hildimars Jónssonar, sem þú hefur leyst frá þrautum og veitt hvíld. Vertu öllum ástvinum hans miskunnsamur og náðugur í þessu lífi. Varveit þau í trúnni á þig og blessa þú minningarnar sem þessi stund er helguð. Í Jesú nafni segjum við öll saman á hjarta: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Skulum rísa á fætur. Snorri Hildimar Jónsson: Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum líknir lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón að lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist.